af hverju mikilvægasta spurning allra kokka. Já, það reyndar rétt. Segðu mér hvernig þú gerir bearnaisesósu, Davíð. Þú segir mér það. Svo segja, af hverju? Af hverju gerir þetta svona? Af hverju setur þú svartan pipar? Ég set aldrei svartan pipar. Ertu setur hvítan pipar? Oj. Af hverju setur þú hvítan pipar? Nei, ég skilji. Aldrei myndi ég gera. Ef við erum ekki að spurja, Ragnar Vestmann, þetta er Ragnar Vestmann í hnótskuld. Ef við erum ekki að spurja alltaf, þá erum við ekki að læra. Ég man eftir kennarunum, þeir segðu, viljið bara please, bara fyrir okkur, ekki setja hvítan pipar í neitt. Við þolum ekki hvítan pipar. Á bara að vera í einu, hann á að vera plokkfisk. Punktur, alveg sammála. Ég er svo sammála. Og ég er eiginlega þar með svartan pipar líka, sko. Það er svo rétt. Ég veit ekki af hverju svartu pipar er með salti. Af hverju er salt og svartu pipar? Nei, það er kjánlegt. Ég hef aldrei ok, sorry. Þetta er pínu galið að blanda hann saman, því þú veist aldrei hvað þú vilt mikið af salti. Ég er líka bara að tala um hversu mikið pipar þú vilt. Ég er líka bara að tala um að við tölum að salt og pipar eins og salt og pipar séu jafn mikilvægir, sko. Það er alltaf salt og pipar við borðið. Ég nota pipar ekki neitt ef ég fer á veitingastað og mér finnst vant eitthvað, þá setjum ég smá salt. Ég pipra yfirleitt ekki steikuna mínu heldur mikið. Mér finnst það bara, pipar er til hvers? Þú ert þar? Ég er smá þar. Wow. Ég er ekki þar. Ég þarf piparinn. Þú veist, ég fekk piparsteik daginn. Já. Það er því líki í hórbjóðurinn. Ertu að menna með grænpiparsósunni? Nei, bara piparsteik, bara þessi bara gamla góða. Og fullt af svörtum pipar. Já, svona coverið í svörtum pipar. Það er ekki gott stöf. Það er líka bara vondur pipar. Pipar heldur ekki bara pipar, skilur við. Nei, svo er það þar, já. Jú, ég ætla að bakka aðeins strax, ég finn það. Ok, sko. Þú erum bara að mála þetta í hotna. Já, strax í byrjun. Ok, piparinn sem ég er að vinna með núna, sem er í kvörðunni minni heima, hann er frá, hvað er hann? Ok, það kannski kemur á eftir. En það er einhver svona, það er svo allt annað dæmi í gangi þar. Það er eins og sért að borða pipar með rósabræði en ekki rósapipar. Skilum ég, þú fær svona einhver, það kemur svona blóma essens einhver í gegn sem skilar sér alls ekki í svörtum pipar sem þú kaupir vanlega út í búð. Já, en þegar þú sagði piparsósa, þá hugsaði ég er alveg piparsósa finnst mér næs, sko. Þú ert bara að vinna steak on pov, skilur, ég er að tala um það, sko. Ég finnst það næs. Já, það er alveg næs dæmi ef það er gert rétt. Já. Sko, gírskiptingin þín fór bara í rugl núna rétt við þetta, sko. Nei, þú bara eyðilaði gírskiptinguna. Nei, engi pipar svo bara, piparsós. Nei, ég er að segja, pipar er líklegast ofmetnasta kryddið. Já, þú vilt meina saltið, sko, trófía það. Já, því að þú notar pipar í piparsósu eða piparhitt og pipar þetta. Þú notar ekki pipar eða þú vantar bragð í súpu og setur ekki pipar. Það er fyrir utan, þá setur aldrei jafn mikið af salti og pipar í nokkur rétt. Við getum alveg verið sammála. Svona 90% á móti 10% kannski. En eins og þetta koncept sem þú ætlar að fara út í aðan, að menn sem að blanda saltinu við piparinn, það á að glæpa væða það. Ég er með þetta, sko, þegar ég er í einkakokkagiggum, þá er ég með svona bakka fyrir frammi og hann er með, sko, svona salt í einum. Þú veist, og þá er ég að tala þannig ég geti snerta. Ég verð að fá snerta kryddið sem ég er að krydda með. Það er eitthvað, þú veist, þetta er eitthvað eitt af þessum alveg hugmyndum. Ég er með salt í einum gaur, ég er með svona 6 hólfa svona barbakki, því að við séum þetta mörgum svona svartu bakki með loki. Ég er með salt, ég er með pipar, ég er með salt og pipar, ég er með saffran og ég er með svona einhverjum litlum bútum, skilja eitthvað sem ég nota bara í ör sjaldan og lítið af. Svo er ég með reyktum pipar og ég er með eitt með þurrkuðu söli búið. Ekkert annað. Ertu að nota þurrkað söl sem krydd? Já, ég nota þurrkað söl orðið núna bara á steikuna mína líka, sko. Já, ok. Blanda af, og sko, ægileg negla, nýjasta neglan mín í kryddheiminu með, sko, þurrkað söl, salt og súmak. Blanda 50-50. Nei, fyrir ekki, í jöfnum hlutullum við það þrennt. Þetta á steik, þetta er eitthvað annað, þetta er different ball game, sko. Nú er sett með Gekkja. Já, sturla dæmi. Já, gaman að hlustundur skulle vera að upplifa þetta, að heyra þetta frá honum Ívari Erni Hansen sem er komin til okkar í viðtal. Tökum smá kynningu á hann, veist að það létum þetta rúlla svona aðeins á undan. En
gaman að fá hann í heimsókn, hann er fyrirtækja eigandi og með sjónvarpsþátt sem að margir kannast við. Helvítis kokkurinn. Helvítis kokkurinn. Ég held að flesti viti eitthvað þig og hafa heyrt þig og hafa séð eitthvað til þín og sumir bara gjörsamlega elska vitleysuna í þér. Og okkur langaði svona aðeins að plokka heilan í þér og hvort heldur að það sé fleiri sem að elska vitleysunni þér eða hata hana? Sko, þetta er góð spurning vegna þess að sko við skulum segja aðal áhorfenda basi minn og svona mitt helsta mengi þegar kemur að áhorfendum eru kallmenn í flestum tilfellum og það er ekki sama sko hvað aldurstigið þeir eru. Við skulum segja að rýtsið mitt er alveg nýri 8 ára. Það er mikið að bara ungum börnum sem elska mig einhver hlutu vegna. Svo droppum við svona frá þeim aldri, svona stoppum í 10 ára og spólum svona í 35 ára kallmenn. Skilur við, 35 ára kallmenn og þá er ég að tala þetta tegis upp í 85 ára kallmenn. Þetta mengi. En minn langharðasti hardcore stuðningshópurinn minn eru kallmenn svona 75-80. Það eru mínir grjóthörðustu áhengur og þeir náttúrulega grétu tárum þegar þeir komu til mín og kíktu á mig í jólaþorpi í Hafnarfirði og ég var með brennivín út í kaffið. Það var bara allt í himnalægi. Gömlu sjómenni sem löngu bara búin að koma á elliheimili bara loksins eitthvað sem ættir að fá sér. En það má líka alveg bara aðeins hristið upp og það er svo mikil alltaf hefð fyrir að vera fínn og flottur og allt eitthvað cordon bleu og Já, þú veist, ég er náttúrulega ég var búinn að dreyma í mörg ár áður að þættinir urðu nokkuð tíman að veruleika mér langaði að gera sjónvarpsþætti og þetta kokka sjónvarpsþætti en þú veist, kannski var ég bara ekki tilbúin til þess þú veist, ég hef ekki bara búin að ná þroska til þess að þú veist, meiga það, skilurðu mig bara, ég held að lífið hafi svolítið leitt mig á rétta stað kannski eftir að ég fekk hana hjartaáfall 2019 það er bara einhverjum mánuðum eftir að við erum að vinna saman eða áður en að við erum að vinna saman, Bjartur, hvernig var það? Ætli það sé ekki Nei, það er áður fyrir ekki, það er áður rétt áður. Já. Og þá svolítið snýst dæmið við hjá mér og ég fer að taka kannski lífinu allt öðru í sig og eitt af því var að taka mikið of hátilega því þú segir það sko eins og í þáttunum mínum þá ég er bara með eitt agenda ég er að reyna að kenna öllum á elda og auðvitað kenni ég ykkur að elda mat sem ég finnst skemmtilegt elda og góður það er það eina sem ég ger í svum þáttum það er engir töfrar svo kemur vitleysan skilur bara að sjálfum sér Já, ég minna við tókum viðtal við Þórir og ég var að reyna að benda honum á sko að það mætti allir palli aðeins upp þessa keppnir og hafa smá stemmingi kringum þetta svona ég er hrifinn af því þegar menn hristaði aðeins upp í þessu ég er ekki alveg nóg old school kokkur sko Þú veist, á vissum stöðum sem að við höfum allir við þetta borð unnið á, það er algjör skylda að vera með hvítan hatt og vera í hvítum jakka. Mér finnst það samt að sjálf þessi líka geggja, sko. Það þarf að vera option á allt, það þarf alltaf að vera í boði. Ég er 100% sammálaður. Ég er alveg, hvíti hattar, ég er alveg stuðningsmaður þeirra, sko. Mér finnst það, á ákveðnum stöðum þá er það ákveðið klassamerki. Algjörlega, það sem það ávið skiljið mig, geðveikt þeir sem vilja ekki nota það og skilju, það er bara líka geðveikt, þú vilt vera með veitingastæðina allir í tébólum og með derhúfu, ekki það bara skila nákvæmlega sama til kunnans við erum alltaf að leita við sem kunni, við erum að leita upplifun við erum ekki að leita einhverjum matendilega upplifun á staðnum er það sem við erum að kaupa En ég man, sérstaklega eftir einu atriði úr þáttunum þínu sem mér fannst það lítið gott, það var þegar þú stóðst þannig kókraustur með pipar í hendinu maður, alltaf svoleiðis að sína öllum hvað það var harður, svo næsta skot úr við vaskin á þig að drepa Já, þegar ég átfeskan hafði nefn það var ekki það er eitt sem er átt ykkur á ég er aldrei með handrit fyrir neina af þessum þetta er allt bara kemur bara spontant því ég hugsaði svona þetta er ekki náðanlega svona 0,5 sekúndur broti þau veist ég gera það svo bara tók ég að nú átan og þú veist, ef ég hefði borðað ferskan chili sem 250.000 þá er þetta nokkurn veginn svipað
er alltaf bara viðbjöður. En mér fannst þetta bara svo skemmtilegt atrið, bara stendur hérna og þetta hérna eitthvað, þetta er spicy, svo hérna svaka svalur á því, Já, svo ægilegur bara, kall. svo næsta atrið ertu bara við vaskinu bara, djöfull er þetta. Og það er til svo gott sko hérna montasja þessu þegar eftir á sko svona blooper, síðan það sýn ykkur bara þeir eru búin að taka upp sko það er svona, það breytir leiknum það er myndband sko mjög gott. Já, geggja maður. Hvernig er að taka svona upp? Hvað er þetta langt prósess? Er þetta... Sko fyrst þegar ég byrjaði þannig vorið 22 þegar við gerum fyrstu seríuna þessa 8 þætti þá er mér svolítið stilt upp í vegg því að ekkert stilt upp í vegg. Ég vissi náttúrulega ekkert hvað ég er að fara út í, ég hef ekki hugmynduð, ég hef aldrei gert sjónvarp áður. Nei. En ég var fullur áhuga og ég var bara til í þetta, ég hafði trú á verkefninu. Fyrsta daginn tóku upp 2 þætti. Mér fannst það svona eftir á að hyggja svona, já, það var bara ágætt sko. Næsta dag tóku upp 3 þætti og svo tóku upp aftur upp 3 þætti og taka upp 3 sjónvarpsþætti þó þau séu stuttir með þættinni mínir eru svona frá 10 til 12 mínútum með meðaltali. Það tekur lungað úr næstu viku að taka upp 1 þátt sko. Og ég tala nú ekki bara að taka upp 8 í röð á 3 dögum. Ég var eiginlega sigraður bara. Þú veist, í svona 5 daga á eftir þá gerði ég bara ekki neitt þó að ég sé ekki fyrir framan áhörundur þá er þetta performa einhverja síður og það bara dregur úr manni lífið sjálft það er erfiðar en að fara 18 tíma vakt back to back först á laugardag og sunnudag, skiljið mig. Já, ok. Þú veist, ég freka til í það ég freka til í að vera frá 8 til 2 eftir miðnætti í einhverjum veitingastað heldur en að taka upp 3 þætti eftir á dag. Nú er það bara þannig við tökum bara 2 dag. Já, ok. Það er max, það er bara limit. Já, það get ímyndum mér að þurfa alltaf að byrja á byrjunareit, þú veist, að fara snúa við og fara opna nýjan þátt og vera hress aftur. Ég held að það sé uppvaski, hann þarf að þrífa eftir sig og svona. Nei, ég veist að ég er með svo geggja að pródúsera á Vísu og Stöð 2 að þær hugsa svo sjúklega vel ég þarf ekki að gera neitt. Já, ok, geggjað. Já. En gaman, allan maður finnst þessi þættir mjög skemmtileg, að fáum allan til að brosa út í annað sko og taka svona nokkur hláturskost. Já, lítur út líka fyrir að vera gaman. Já, hjá þér, sko, hann er að skemmta sér. Já. Ég hef sko eftir fyrsta daginn þegar við tókum upp sjónvarp þá sagði Tómas Marshall við mig svona, sem er einn af betri myndatökumönnum á Íslandi, hann sagði mér að þú ert bara natúral í þessu svo ég berði mér aðeins á brjóst. Þannig að, og mér finnst þetta svo ógeðslega gaman mér finnst þetta svo sjúklega gaman þess vegna gengur þetta svona vel það lítur eiginlega bara að vera bara athyglisjúkur eins og kokkar eru. Kannski það er reynda breyst mikið með árunum hversu athyglisjúkur ég er orðinn. Er það búið að aukast eða minnka? Sýnist þið það eitthvað, Bjartur? Hvaða maður er með svona hár? Ég segi það maður. Ég maður. Ég veist ekki að vera búin að raka bara. Þetta er búið að vera svona í 3 ár. Ég er búin að vera að safna. Já, kallið mig. Þetta, þú Við erum safnað engu ári munna. Það sem ég get safnaði rétt ykkur svona lupsum á hlíðunum. En hvað er málið með bleika hárið? Bleika hárið er bara svona ég veit ekki, mér finnst það flott. Já, ok. Já, það er ekkert eitthvað annað á baka það, sko. Nei. Ekkert montage í kröstíðu klám. Klippast maður skildi vera upp í skrópum með safran. Nei. Alls ekki. En kröstíðu með grænt, notabenni. Hann er ekki með bleik. Hefur þú fengið þessa líka góð? Já. Algjörlega. Hey kids! Þá erum við komin í alltaf að sálma heldur í helvítis kokkur. Það er bara kannski mun grófara en helvítis kokkurinn kjallarum. Og er. En þú ert líka í sultónum? Ég er aðeins í sultónum. Haustið, sumarið 22 þegar að fyrsta þáttaröðin kom út. Það gerðist mjög mikið þannig 2022. Í framhaldið af því, mjög gaman að segja fyrir því að við sýtum nú saman við þetta borð að mér var sagt upp á gamlastað ákveðnum veitingastað, ákveðnum vinnustað sem við vorum að vinna á og á degi 2 að 2. janúar þá hugsaði ég mig sjálfum mér heyrðu það er þrennt sem ég ætla að gera núna á þessu ári ég ætla til dæmis aldrei að vinna fyrir neitt annan ég ætla ekki að vinna fyrir neitt annan heldur en sjálfum mig á þessu ári
Ég ætla að stofna með fyrirtæki og ég ætla að ná langt. Þetta var það sem þetta voru þessi 3 markmið setti ég mér 2 dögum eftir að mér var sagt upp á gamlastað. Mánuð eftir þetta í febrúar fór ég á fund hjá Þórhalli Gunnarsinni á Stöð 2 og hann ákvað sig á svona 3 mínútum því ég var búin að presentera þáttinn fyrir. Ég var það fullur ætli þetta hafi ekki bara það varði eitthvað svona sjúkt ego-búst inn í mér og ég hafði svo sjúka trú á öllum þessum verkefnum sem að á undan voru gengin eftir, nú er ég að spóla svolítið fram í tíman, nú er ég að spóla fram í hausti 22, að það var eiginlega ekkert annað í stöðunni en að fara lengra með þetta og Þóri kona mín kom með rosa hugmyndir, ég var í veiðihúsi þetta sama sumar, þá var ég í Laxá í Mýrasveit og ég hef gert það og geri alltaf ef ég er að vinna í veiðhús með eitthvað út á landi, þá bý ég til minn eigin sultu og að sjálfsögðu bý ég bara sultu til að bara heiðra okkar helsta fólk í sveitinni en ég breytti henni aðeins og ég setti sítrónu í hana og það varð allt vitlaust í veiðihúsinu strákar, það klikkaðist allt bara að ég breytti, til hins góð til góðs, það urðu allir bara klikkuðust allir í sultina, þeir vildi hana með öllu. Kona mín hefur sambandið með kannski í einum degi eftir að ég er búin að pósta einhver á Instagram örglega þessa sultu og hún sagði mig, ég var gaman yfir sveitinni þú gerir aldrei sultu fyrir mig ég sagði, Þórey sko, þú borðar ekki sultu og hún segi, ég veit alveg gætur hún sagt gert kannski chili-sultu fyrir mig og við fórum að ræða þetta svona okkar á milli að vera gaman að gera einhverjar, þú veist, kannski nokkrar tegundir og svona og svo þegar ég kom heim og við vorum búin að svona nefna við vorum bæði búin að tala nafnið og vörulínun okkar löngu áður en við byrjuðum þetta var alltaf að fara að heita helvítis eitthvað út úr helvítis kokkinum að sjálfsögðu þannig að helvítis eldpiparsulturnar það var nafnið sem að við festumst í og fyrsta, þó það sé nú ekki í þannig röð eftir því sem mér datt fyrst í hug þá fyrsta sultan engu að síður kveikjan að þessu öllu saman og það fyrsta græna chilisultan sem til á Íslandi og hún hérna, helvítis eldpiparsultan græn, jalapeno og límóna hinar fættust bara mjög snögglega eftir það og áður við vissum vorum við konar með 5 góðar sultur og hugsaðum erum við að fara að gefa út eina? Nei, við erum að fara að gefa út 5 sultur og ég var að rifja upp strákar per dag, síðast í dag var ég að rifja upp þegar við stóðum fyrir framann allar þessar sultur sem við vorum búin að framleiða og við vorum búin að merkja þær og það var allt tilbúið hjá okkur og við áttum 1210 sultur og ég hugsaði shit, við erum allt árið að selja þetta á síðast árið seldum við 17.000 krukkur Vel gert, já. Takk. Ég smakkaði þess að hún var helviti góð. Já, þú ætlar sko að það best fyrir okkur að byrja alveg út að enda, Bjartur. Hérna, Já. brennivíninu. Byrjum á henni. Nýjustu vörun okkar sem heitir bacon og brennivín kryddsulta og við gerðum samstarfið við brennivín á Íslandi. Ölgerinu þetta framleiðir það og búin að gera í 90 ár. Brennivín var einmitt 90 ára og núna bara 1. mars. Þessi eiginlega lúxusvara út frá helvítis eldpiparsultunum. Hún hugsuð á fyrst og fremst á grillaða hambúrgara og með öllu kjöti. Já. Þessi hugmynd fæddist fyrir og sko þetta svo, veit það, lífið svo ógeðslega fyndið. Það svo fyndið. Fyrir 24 árum voru ég og Davíð að vinna saman, ekki vinna saman, við vorum að vinna eiginlega á nákvæmlega sama stað í verslunarmiðstöð í Reykjavík. Hann var að vinna á Pizza Hut og ég var að vinna á TGI Fridays. Og TGI Fridays voru var hægt að fá steik, kjúklingabringur, rif og svona með ákveðnum svona glaze Jack Daniels glaze. Þessi hugmynd fæddist eiginlega út frá Jack Daniels glaze. Og ég var alltaf búin að vera með henni í kollinum í mörg með ráni og ég hef gert Jack Daniels glaze margoft heima hjá mér og ég stál úrslitin einhvers staðar. En þessi hún er rauninni kveikir í þessari hugmynd Jack Daniels glaze. Þessi er mjög góð líka. Takk. Maður hugsaði mitt með einhverju gröfnu líka maður. Sturluð með villibráðinni sko. Hún yfirgnæði náttúrulega svolítið sko en svo fyrsta í línunni sem heitir og jafnframt sko langvinsælasta varan okkar. Hún heitir rauður jalapeno og basil.
hugmyndin af henni hvað dýðu í þetta hugmyndin af henni kemur úr Vestmannaeyjum frá Sigga Gíslavini mínum og Berglindi sem er pizzugerðina og þar á matseðli pizza sem heitir Spicy og hún með pepperoni, hún með ferskum basil hunangi og piklum rauðum jalapeno og ég hugsaði þegar við erum búin að búið til þessa grænu þetta er eitthvað gott saman rauður jalapeno og sykur alveg gott dæmi og ég tala nú ekki þú bara bæta basil þú veist það bara komið með Ítalíu í og maður finnur alveg vel fyrir basil þessi er mjög góð líka típið svona chili-sulta við sem sagt notum engin litarefni í sultunir okkar þetta er allt fengið bara úr paprikunni og chili ávöxtunum sem ég nota þess að sami litur á papriku og chili í báðum sultum þessin er hann bara rauð geggjaði litur sko takk það er nefnilega mjög litríkar og mjög fallegar takk það er svona þetta er alveg skemmtilegt að bera svona fram þú veist, maður sér þetta og þetta grípur á lögum strax algjörlega við vildum náttúrulega svolítið sko kona mín er margmælun hönnuður og á þetta fyrirtæki með mér helvíti sem sagt við höfum það bara til helminga og það er svo gaman að því að hún er margmælun hönnuður og hefur hannað allar umbúðir og allt netefni fyrir okkur og markaðsefni og ég hef séð á Instagram eða Facebook að þau ert líka búin að vera að fá einhvern listamann til að teikna einhverja myndir og eitthvað svona þessum hún ert gapandi með chili-sultur eða chili í munninum það er rétt, nýjasta logoðum mitt það er Þórir Karl Selin hann teiknaði það fyrir okkur og hefur búin að teikna mjög margar myndir af mér út frá því sem að ég reyndar ekki með hérna á mér við hljótum að geta hent í þáttina þannig að hann kemur í lofti hann er bara að fyndi sko að nú þekkið þið smá unum aðeins saman og svona þú ert alveg svolítið samkvæmur sjálfur maður finnst þetta alveg make a sense þegar maður sér þetta er það? Það kemur ekki óvart allavega það er þetta gott að heyra það það er gaman að heyra það takk fyrir það bara ekkert mál en þú ert búin að smakka græna jalapeno og límónu og Davíð, þú ert búin að smakka hann líka ég veist að ég hef náttúrulega smakkað þetta allt þú hefur smakkað þetta allt þetta er í búðinni ég ert aðeins að grípa sjálf að mig komstu og náður í jólasultan þegar hún var í dóttir mín fór og keypti þetta hjá þér og bauðst henni upp á kakó hennar í jólaþorpinu akkurat ok, víkur sögunni þá í surtsi og ananas að þið verður Bjartur kannski, ég man ekki hvort að þú hefur smakkað þær allar þú voru að fara í gegnum allan pakkan ég ætla að fara í gegnum allan pakkan, ég sá svongur maður það vil svo skemmtilega til að eitt afbrigð af sem sagt og svo ég komið því að sjálfsögð að allur chilipipar sem við notum í eldpiparsultunar okkar er ræktaður í Heiðmörk og Laugarási hjá Óla Finns og Ingu hefur alltaf verið íslenskur eldpipar hjá okkur og verður áfram einn af þessu gula yrki, kæjana yrki það er svo skemmtilega til að hann heitir surtsey yrkið heitir surtsey það er svona fættist surtsey og ananas þessi er aðeins meira spicy en hinn þá grípum við aðeins inn í skóvilskalan kæjanapipar sem er í þessum tveimur sultum og jalapeno sem er í þessum tveimur er á sitt hvorum staði skóvilskalan þekkið skóvilskalan aðeins skóvilskalinn er basically þannig að ef að ég á 10 kíló ef að skóvilskalinn á bacon og brennivínssultinu veri 10 þá myndi þurfa 10 vatnshluta til að þynna út 1 hluta af chilíinu þá er hann 10 á skóvilskalanum til þess að einfalda þetta þá erum við að tala um að skóvilskalinn hann er í svona 5-10.000 í jalapenounum hér er hann í svona 15 og upp í 30.000 það fer algjörlega eftir ávöxtunum við hvað kringustæður hann var ræktaður, hitastig, raki allt þetta ég finn að ég strax var að hitna í framann og ég sé að helvítis eldpipasvölda með Karolina Reaper og bláberbríðum minn nákast svo þetta er að hafa mjög gaman að henni sko, svo er eitt í þessu líka sko. það er í rauninni lítið mál að gera sterkan mat en að gera sterkan mat og bragðgóðan, það er kunst. Já, ég hef verið að gera svolítið hot sauce inn á milli og ég á einu uppskrift af Moruga Scorpion hot sauce sem er alveg helvíti góð en ég gerði þau mistök síðast að bæta í magni og með þess að pipara þeir ráðast á mann öðri sig sko. Moruga hann er mjög ofbeldisfullur strax grimmur, sko. og svo bara líður hann hratt hjá líka sko.
hann rosa grimmur svona í fremst líka sko, og varirnar, já. Þetta skemmtilegu punktur. Já, ég elska svona, ég svo viðkvæmur lítið strákur, hann yngri áttu samt læt ég mig alltaf hafa þetta. Já. En svíður þegar þú fyrir á klóstið? Stundum ef ég hef farið rosalega grimmur, þá ég hef farið í svona Carolina Reaper Hot Wings og svona. Það alveg jafn sterkt upp og niður, sko. Já, sko, ég segi ofta, því nú ég búin að halda svona hot og hans kvöld mjög oft heima hjá mér og hef gert þetta veitingastæli í bænum og sko, ég segi yfir með kúnnana mína sem ég stendur fram að og við erum að smakka og smökkum þetta allt saman. Ég segi sko við á vondarleiðin inn eða verðarleiðin út. Já, það alveg eitthvað til í, sko. Það alltaf að tanni, sko. Já. Þá komið að þess að jólasultun okkar. Okay. Jólasultan 2024, við ákvæðum að gefa út í svona í takmarkuðu magni. Gáum út 666 krukkur. Krukkan nummer 666, hún var seld á uppbóði og svo gáum við gáum við restina til það sem við fengum inn fyrir hana til hvert gáum við það? Nú fyrir allt í bál og brandað, ég man ekki við gáum við það. Nei, ég man það ekki. Ég man það eftir smástund. Við gáum allavega ágóðan af sölunni til félags sem var í neyð. Já. Gekkjaðu, þessi mjög góð líka. Takk fyrir. Og ég kanill í henni. Jú, þarna kanill og mandarínur. Og chili sem heitir, eldpipar sem heitir Sugar Rush Spicy. Þetta einmitt, sko, það var hægt að fá einhvern hérna til þess að koma og smakka alla sultuna. Það bara til þess að sjá hvað þú getur gert mikinn mun á svipari vöru í rauninni. Þetta allt sultur. Þetta allt eldpipar. Allar mjög mismöndi á bragðið og að gefa allt öðru sem næsta, sko. Og það gríðalegu, sko, það alveg stigsmunur, bragðmunur á öllum þessum chiljum. Já, eins og þessi... Ég finn hann bara líka þegar ég að elda þessa sultu, sko. Það kemur í alvörinni ananasbragð af gula kænapipanum. Já. Áður en ég blanda hann saman við ananasinn, sko. Það ananas fílingur í honum, sko. Svo eins og þessar að vera svipa sterkar, en maður finnur að kanillin hjálpar manni, hann með manni í liði. Kanillin, sko. Já, hann gerir það, sko. Já. Svo... Ekki nema að sér bara svona pínu kettling í þér. Já, ég það. Mjög mikið feminist. Kallfeminist í húðahár. Akkurat. Komið það í Björn? Já, ekki, það næst habanero. Já, núna ferðu upp svona 15 hæðir. Já. Á einni sekundu. Þessi heitir habanero og appelsína. Já. Og skóilskalna, því vorum að tala um hann áðan, ég sagði 15-30.000 hérna í þessum tveim. Já. Hérna erum við að díla með svona 170-250.000. Já, geggjað. Allavega hana. Núna ertu komin í turnin í Smáratorginu. Já, mjög... Og þetta ekki alveg komin að efstu hæð, en mjög nálagt. Já. Þú skilur. Já, ég skil. Hann sko habanero, hann svo rammur. Það svona sjúklega gott að vera með svona dísæta appelsínu á móti. Já. Núna finnst þér ógeðslega gott að vera með mjólkurglas við hliðina þér. Já, ég samt ágætur. Þú ert ágætur? Já, ég samt. Okay. Ég fer að leka úr augum, nefi og næstu í eyrum. Það hitt eyruna með verða bara eins og eldfjall í fyrir svona. Ef þú heldur fyrir nefi og munnin og bara blæs, þá mun örugglega koma eitthvað út úr eyrana. Málið með minnstrákara, ég svo harður. Þannig ég engar áhyggjur af mér. Þú hefur alltaf reynda verið mjög harður. Harður, sko. Ertu ekki búin að jafna það alveg núna? Jú, ekki alveg, samt? Nei, ég efast að hann komi. Á ég að skamta fyrir þig? Ég mátt alveg gefa mér bara vel. Þetta gefa mér og svo ætla ég að gefa þér. Já, ég ætla ekki að fá minn en þú. Jó, nei, ég ætla ekki. Þú vilt fá bara... Ekki vera að búa til eitthvað kettlingur. Þú vilt fá sama skam. Já, ekki meira. Nei, ég held að það sé óráðlegt. Ég hef nú séð þeir borða pipar í... Já, sko, nú er því að biðja að hafa eitt hugfast, Bjartur, áður og smakkar hérna síðustu, Carolina Reaper og blóber. Það sem gerist með Carolina Reaper að hann svona, það delay á hann. Þannig að núna byrjum við að borða og þú ættir að finna svona blábyrja bliss í munninum. Já. En það virkar í kannski svona 1-2 sekundur, svo breytist eitthvað. Þetta finnur að lestin að koma. Á sekundu 4 þá keyrir lestin í gegnum heilana þér. Já. Ok. Skál. Góður áhundur, nú horfum við í beinni. Ég tilbúið með servéttina til að þurrka allan svitan og grátárin.
fannstu bláberi? Já. En ekki núna? Nei, ég var líka fullur að kvíða. Nei, ég var einhvern veginn komin aftast í heilan á mér. Nú kapsæsínið alveg að drepa þig að innan. Já, ég finn líka hálsinn á mér, hann langar að lokast. Og þetta tekur svona, og nú finnur þú svitan hann sprettur fram á enninu fyrst, sko. já, og kinnunum, ég finn Svo það líka. færir hann sig hérna svona undir augun. Það er oftast hjá mér, oftast nær, sko. Ég veit ekki hvort það sést, sko. Þetta er... Þú veist, ég svitna svona undir augunum. Það er svona minn helsti kalli. Ég er samt, þetta er ekki eins vont og ég átti von á. Sko, málið þá komum við aftur þessu sem við vorum að tala um á hann. Þetta má ekki bara vera sterkt. Nei. Þetta verður líka að vera gott. Já. Og eftir svona 2-3 mínútur, ef þú borðar ekkert á milli, það er að segja, þá fyrir blábæri bara aftur. En það svo fyndi við þessa, þá hún sé svona ógeðslega helvíti sterk. Já. Að það eru svona 5-10% af þeim sem að kaupa sultunar okkar, þeir kaupa einungis þessa. Og þeir setja hana á rista brauð á sunnudagsmorgni. Já. Skiljið mig. Það kom einn sko 70 eitthvað ára gömul kona í búðunum daginn og hún var ekki sátt að þessi sulta hafi ekki verið til akkur þegar hún kom. Hún var búin og hún vildi fá þetta sterkasta. Ég var bara alveg bara, Já. Sumir finna meira til en aðri, sko. Það er bara... Ég er einn af þeim sem að finna mikið til, sko. Verður rosa fljótt lítið lífið. Já, þetta er... Ég skil núna hot one, sko. Ég myndi svara öllum. Þú myndi, bara á nóinu, það skiptir engum máli hvað það var. Þú myndir uppljóstra okkur allt saman. Herðu, af hverju ekki 2 burknar hérna? Það væri sjúklega skemmtilega. Hann fattaði það. Ég veit ekkert hvað þú tala, sko. það sé ekki tvöfalt. En hún er góð. Hún er góð, það er gott að heyra. Nú er sko komin móða inn á glerugum. Já, en það merkilega við, sko, þá sem að hafa borðað svona gríðarlega sterkt á þeim. Það kemur svolítið svona ecstasy eftir, sko. Ég finna að ég er svona flýga þess á bleiku skýi líka. Það er nefnilega málið við chili. Það kemur velíðunan tilfinning að því að það búið að vera svo erfitt. Við þekkjum það bara eins og ammans Einars Áskel sagði. Munið þið hvað hún sagði? Hún sagði Einar Áskel. Stundum er leiðilegt og stundum er skemmtilegt. Þegar það búið að vera leiðilegt eins og bragðið sem það er búin að finna fram að þessu, þá verður allt í einu rosa skemmtilegt og þá kemur held ég þessi endorfín og losun. Ég er alveg viss um það. Já, því að þú kemur með Einar Áskel, þá allt í einu mundi eftir einu svona sögu sem þú sagði mér eins sem ég gleymi aldrei. Hvað var það? Það var hérna um kálfinn og nautið og kálfinn. Já. Þetta er svo mikið klassík, sko. Á ég að fara með hana? Já, vilt þú segja hana? Endilega. Já, ég get sagt hana. Málega það að ég segi þetta, nú ætlum ég að mála mynd fyrir þið, Davíð. Já. Nú er ég auðvitað að kenna honum Bjarti og ég er svona í föður hlutverki fyrir hann hana á Grand Hotel sem gengur bara þokkalega og okkur verður svona ágætlega til vina og þetta gengur mjög vel hjá honum en ég er svona að reyna að íta honum aðeins áfram þannig ég segja honum þessa sögum þessum 2 nautum það voru 2 naut sem stóðu upp á fjalli það var ungt naut það var svona 2 vetra naut og svo var eitt svona gamall tutti svona 28 vetra tutti. Þeir stóðu á fjallsbrúninni og þeir horfðu niður í dal. Í dalnum, það var svona grænn og engi út allt og þar voru svona 1000 beljur. Og ungi graði tuttinn, hann horfði svona niður og hann sagði, kottu, og hlaupuðu niður, og ríðum sitt hvori. Gamli tuttinn, hann horfði svona og hann sagði svo, nei, við löpum hann niður til og ríðum öllum. Og þarna var Ívar að kenna mér þá leksíu að stundum er betra að slaka bara á og gera hlutina vel. Sko, þetta komst í skil. Já, ég lærði leksíuna. Hann lærði þetta strax. Já. Og þú ert faðir í dag. Jú. Það er ákveðin tenging, já. Sko Bjartur að þú hefur fengið þetta út um mér ég þurfti ekki að hafa mikið fyrir því sko. Þetta er ekki að rétti að nei, ég vil ekki þetta ít átt mín að taka nei, veistu, ég er bara svona á maður að stundum að maður að meta mannin og
útskýra þetta út frá honum. Þetta, ég gleymi þessu aldrei. Gott. Ég held Ég er að ánægð með það. held að ég hef meira sem að nota þetta námsunum. Já, það ekki. Já. Maður verður að dreifa gleðin á. Já, Þetta er nú harmless í rauninni, sko. já, þetta er góð leksía. Góð leksía. Já, allan á hlustundur fróðari núna. Já, stundum er bara betra að taka þér rólega og bara... Gera hlutina vel. Það er svona inn í end of the day, þá er þetta lærdómurinn. Já, ég er að jafna mig, ég finn það. Ég er allra að koma. Þetta eru svona 2-3 mínútur og nú segi ég við alla þegar ég er að þetta er alls ekki auðlýsing, sko. En hérna, þegar ég er að leyfa fólki að smakka og þá sérstaklega útlendingum sem ég er með í einkamatrislu, að þá segi ég nákvæmlega þetta við. Þetta tekur svona 2-3 mínútur og er þetta búið. Það er, þú ert ekki að borða það mikið af þessum chili, prósentan hún er svo hlutfærslega svo svakalega lítið af chili í raunin í þessu að það er fljótt að fara úr munni. Já. En hvernig er til dæmis eins og að nota þetta með osti og svoleiðis? Sko, við erum alltaf að reyna að kenna fólki að nota þetta með öðru en osti í rauninni, því að sko það vita, ég held að allir sem að kaupa sér chili sultu, þeir eru að fara svona í 90% tilfella þeir eru að fara að borða með einhvers konar osti. Það sem við erum búin að vera að reyna að gera er að kenna fólki að nota þetta með einhver allt öðru. Til dæmis höfum við notað allar sultunar okkar í bæði kaldar sósur og ídýfur sem er bara algjör negla. Það er bara, ein matskeið í sýrða rjóma og majónes og þá ertu komið með bara geggjaða sósu. Það þarf ekki mikið meira það, smá salt og þá ertu golden. Hefur þú verið að nota þetta eitthvað sem marineringu og fisk og eitthvað svoleiðis? Já, við erum líka gert það og við erum búin að nota alla sultunar í pönnukökur og alls konar bakstur. Já, það er bara sky's the limit, sko, í rauninni þegar kemur að þessu. Við vorum í samstarfi með Begga, vin okkar, bakara, fyrir jól og hérna báðum hann að baka fyrir okkur randalín, þar sem að surti og annars var notuð með hvítu kremi og það kom mjög skemmtilega út. Já. Geggjað. Stendur til að stækka línuna? Já. Það stendur til. Ég kannski ekki sagt neitt mikið meira en það, en 2 nýjar vörutegundir vonandi líta dagsins ljós í haust á haustmánuðum. Matakins í svipari línu, já. Í sultu. Já, í sultu. 2 nýjar sultutýpur. Það sem gerist in the meantime, inn á milli, er að við erum í samstarfi með stórum bjórframleiðandi á Íslandi og ætlum mögulega að búa til glænýja barbekjusósu. Já, geggjað. Það kemur að markaði núna í maí. Mér finnst líka að vera markaði fyrir hot sauce, sko. Ég var alveg til í að sjá skemmtilegar hot sauce. Já, það hefur alveg, svo hugmynd hefur alveg komið upp hjá okkur í deglunni, sko, en það eru margir íslenskir, margir, það eru alveg einhverjir allavega 3-4 sem ég veit sem er að framlega hot sauce og gera það vel á Íslandi og okkur hefur fundist bara fram að þessu við kannski ekki heima í þeim flokki, en löngun er vissulega til staðar, sko. Það er alltaf kakan á markaðinu, sko, þú getur alltaf næltir í eina sneið hér og þar, sko. Já, en þú veist, í ljósi þess að við erum komin mjög langt með hvað við byrjuðum fyrir bara einungis 2,5 ári, þá einblínu og sultunar áfram, alveg garanterað, sko. Ég fekk allavega svolítið mikið af fyrirspurnum frá eldri kynslunni, játa ég, að hvort það er nú ekki til að hægt að fá einhverja sultu sem er ekki með öllum sem pipar. Já. Ég man eftir að ég hafði sambandið svolítið síðan og var eitthvað töðir yfir þessu og þú tókst nú bara þannig í að bara gleymdi því. Það er pipar í þessu punktur. Það nánast bara en það er, sko, það er skemmtilega við það að þó að það kannski kom ekki chili við, þá er alltaf einhverjir, sko, það verður að vera eitthvað húk á vörunum okkar. Það er ekki hægt að gera það bara eins og allir hinir. Og það er, brandið okkar er snýst svolítið að gera eitthvað skemmtilegt úr einhverju, kannski ekki leiðilegu, en þú veist, alveg svo þegar við fórum á stað með þessar chili, þessar eldpiparsultu hugmynd okkar, þá voru henni bara 2 chilisultar á markanum. Okkur fannst báðar
ekki sérstakar. Nei. Þess vegna hendum okkur á staði í þetta. Ég held að þessi rappa bara límónu er alveg heima í þessari línu. Það er alveg möguleiki. Það gæti bara vel verið. En Gæti vel verið. hvað heitir aftur hérna ræktunin sem er með þessa pipara? Herðu, þetta er heiðmörk í Laugarási. Ég nefnilega hringdi í þá til þess að fá hérna pipari fyrir hot sauce. Ok. Baði marúkan, keypti 500 gram af marúka skorpinn og Og þú búin að eiga hvað lengi núna? hann er bara, fór allir í hot sauce. Ok. Já, en hérna hann spurði, viltu ekki hérna bara hafa þetta kíló? Og ég bara, spurði hann bara, Er það kaupa ég kíló? sagði, er þetta að selja kíló af þessu? Þú veist, mér skil ekki hvað menn er að kaupa kíló af þessu morðingja pipar, sko. Ég gefði 190 kíló á síðasta ári. Já, ég bara sá fyrir mig bara, kíló af þessu, maður. Akkurat. En það er geggjað að þetta skulle samt bara vera gert á Íslandi. Ég hef komið svo óvart til ég sá bara Karolína Reaper allt í krónunni, íslenskan. Já, ef við bökkum aðeins núna bara aftur á byrjunarreiti í rauninni þegar kemur að þessum sultum árið 22, þá er í fyrsta skipti sko verið að selja ferskan chili og ekki bara útlenskan ferskan chili, heldur íslenskan ferskan chili út í búð. Og hann kemur í, ég veit ekki hvort þið muni eftir þessu, þetta er í fyrst og einu skipti sem ég man líka eftir í að chili sé eitthvað auglýstur á Íslandi. Hann kemur í svona litlum plastbóksum til að byrja með og gera það reyndar enn frá heiðmörk á Laugarási. Og einhverju hluta vegna grípur þetta mitt auga þetta sama ár, sko. Ég og Þóri, kona mín, erum búin að borða chili og elskum chili og erum búin að gera í 20 ár. Og búin að borða alls konar hot sauce og ég veit ekki hvað í gegnum öll þessi ár. Þannig að við vorum orðin mjög sjóuð í þessu, en við fundum líka að það var komin ákveðin undiralda. Þá er ég meina á Íslandi. Það var komin ákveðin svona eldpipar undiralda. Öðruvísi hefði Óli og Inga til dæmis aldrei farið á stað með þessa ræktun sem þau gerðu. Þau köttuðu niður bara tómata, kál og allt þetta helsta sem er að seljast út í búð og þau ákveða veðja á eldpipar. Það var rétt veðmál að mínu mati. Og fyrst að við fundum þessa undiröldu strax með vörunum okkar til að byrja með, þá var eftirleikurinn, hann er í rauninni auðveldur. Fólk vill meira. Það vill eldpipar, það vill chili, það vill bragða matnum sínum. Wasabi sulta, er það eitthvað? Veit það ekki. Mér nú eru að rækta wasabi á Íslandi. Já, algjörlega. Ég var smakkað, hann er mjög góður. Já, geggjað, hann er mjög góður. Wasabi, ferskt wasabi og hitt drastlið er náttúrulega bara svo langt frá hvort öðru, sko. Já. Þetta er alveg spennandi verkefni sem hún með í höndanum. Það er alveg augljóst. En fáum við aðra seríu? Það er aldrei að vita. Nei. Það er bara, þetta kemur allt í ljós með kalda vatninu. Einhverjir hafa nú komið á orðið með hvort ég vil ekki fara bara á YouTube. Já. Nú byrja að þýða svo mikið með textagerð og svona, þannig að ég kannski er það næsta skrif, veit það ekki. Ég lifi einhvern veginn bara í flæðinu og ef það kemur spurningum að gera fleiri þætti, þá er ég alltaf á bord, sko. Já. Allan daginn. Okay. Ég held ég að ef ég tel rétt og held ég svo komin í 26 þætti, þannig að þurfum ekki að hætta núna. Nei. Ég sá þú varst eitthvað inn á Sætasvinninu með eitthvað gigg þar. Já, síðasta haust vorum við að sem sagt, Berdís og Bento höfðu samband við okkur síðasta haust og spurðu hvort að við höfum áhuga að vera með hamborgara á Seli og Sætasvinninu sem við þáðum að sjálfsögðu og það var bara mjög skemmtilegt og við vorum með í rauninni borgaran í rauninni bara hugmyndin spratt út frá borgaran sem var í fyrsta þættinum held ég, grillþættaseríunni sem kom út á síðasta sumri og þetta var hamborgara að sjálfsögðu með bacon og brenningu kryddsultinni þannig að ég heldur að hafa selt bara langt yfir 500 hamburgara á einu mánuði þannig að það hlýtur að vera bara success í mínum bókum sko. Ég er alltaf að koma með business-hugmyndir fyrir alla, það er svakalega sterkar Sætasvínið karaoke alltaf og brjálastuðu hvernig væri að vera með Karolína karaoke þú tekur, étur eitt pipar upp á svið og gólar Ég get lofa þér því, Bjartur. Ég get lofa þér því hér og nú. Það er enginn að fara að syngja eftir að borða ferska Karolína. Nú er ég sko, að þú myndist á ferska habanero eins og ég átjana fyrir einhverjum þáttaröðum síðan. Nú er ég búin að borða ferskan habanero 4 sinnum eftir þetta.
í síðasta skipt sem ég gerði það var með Rikka G og Agli í brennslunni á FM og Rikki tók svona ég veit ekki hver ég var að ljúga kannski er ég að ljúga en hann tók kannski þú segja hann hafi tekið svona bita sést þetta on camera Já, ég held að. við skulum segja að hann hafi tekið svona bita og ég borðaði heilan hann dó næstu því mér fannst þetta bara fín núna maður kemst lengra í leiknum ég er alveg viss um það sko þetta verður auðveldara og þetta er bara eins og tattoo Bjartur því þú nú fengið tattoo áður þetta er mind game mest megnis þetta er vond auðvitað er vond að fá sér tattoo það er vond en það er bara hversu tilbúin er þú í þetta game já Nei, mér er einn af þeim sem að ég hef ekki ennþá fengið með tattoo sem ég fannst eitthvað gríðarlega vond sko. Nei, er ekki? Nei, en það er ég úr Vestmannu mættar það en það er sem á selspik mæntalega Akkurat Dikta með skinnið Nákvæmlega Já, ok já Þið segja það Ég er ennþá að jafna mig sko. Það er að grenja í sálinni Hvað voða þetta er þetta En hún er góð Ég myndi alveg fá mér hann aftur Ég er sko ég segi óhræddur Bjartur og búin að segja mörg ár af því að mér finnst ég komin á þann stað að sko, ég held að vera matreiðslumaður að vera fær matreiðslumaður snýst alltaf skipulega fyrst og fremst en svo snýst þetta að geta raða þessum bragð elementum rétt upp í hausnum á sér hverju sinni þú veist hvenær þú þarft að bæta við sykri þú veist hvenær þú þarft að bæta við sýru hvenær er þörf á beiskju í þetta og salti þegar þú ert orðin það góð matreiðslumaður þú þarft ekki að hugsa skilur mig, bara eins og þú ert orðin góð bifurvirki og þarft ekki að hugsa bílvélina þú bara tekur henni sundur og setur henni saman þegar þú ert komin á þann stað þá eru allir það er allt mögulegt í heiminum held ég skilur hvert þér að fara Já og ég segi við alla það er allt gott sem ég geri og ég stendi það Já Akkur er ekki mikrofót hérna Já, ég Það er meina ekki að droppa hana mæk Já, hendur hún í gólfið En það er líka alltaf að tala að kokkar þeir eru kokkaristyr og Já, frekar Já Aðeins En það er bara, þú ert með fullt af sulti til að bakka það upp Já, klart mál Já. Ég líka bara held að hendi mér til dæmis ótrúlega vel líka að vera í að vinna, eða ég er búin að sjá það bara kannski á síðustu árum hversu vel það henda mér að vinna sjálfstætt þetta var ég byrjaður á því löngu fyrir 22 en tók fyrsta einkakokka-gigið mitt 2020 og núna er þetta orðið núna snýst þetta það er ég með í mjög mikið með sama matsiðin aftur og aftur skil ég mig það er alltaf, þetta er nýr hópur í hvert einasta skipti þannig að er kannski einhverju variation út frá einhverjum þorskrétti sem ég er með eða lambakjöti eða steik eða whatever en svo finnst mér gaman bara núna orðið þá teki ég þessu frekar sem challenge og spyr fólk að því nú er þetta fólk frá alls konar löndum og löndum út allan heim síðasta haust var ég með 8 konur frá Kúveit sem voru innan saman og ég spurði þessa sem var yfir hópnum hvað borðið þið svona eitthvað til hátíðabriða í Kúveit og hún sagði mig það og það er lambabús heitir það held ég var með rétt mál en hún sagði við mig sko ég myndi nú ekki ég held að þú er það ekki að fara að elda þetta tekur 8 klukkutíma í eldhúsinu sko að elda þennan mat og ég horfði á þetta var svona lambaskanka með einhver ískrjónum eða þú veist ég hugsaði að það kókurtur að sjálfsög og ég horfði á þetta á netinu og hugsaði ég fyrir létt með þetta þannig að challenge mitt daginn eftir var að elda þennan mat fyrir þær það tók vissulega og ég nú er ekki að djóka það tók 8 klukkustund að elda þennan mat að því að þú þarft að sjóða svo þarf að steikja, svo þarf að brasa aftur þetta er rosa mission í þessu eina sem að þær gátu sett út á er að grjónin voru pínu ósöðan allt annað var bara eins og við höfum verið að borða heima í gær hjá mömmu þannig að ég held spilist bara út úr því þú ert búin að læra öll þessi brögð þú veist hvaða bragð er í gangi í Mið-Austurlöndum, þú veist hvaða bragðprófíll er í gangi þar. Við vitum það flestir sem eru með þessum bransa. Þú veist hvaða bragðprófíll er í gangi í Asíu. Nú er ég að tala, Asía er risastór. Svo skiptum við henni í einhverja parta. Fattið hvert er að fara? Já, þess að spurningin er náttúrulega alltaf hvaða leið fórstu í kokkinum, sko. Það er náttúrulega sumir sem eru
bara franskir bara út lífið, sko. Þar held ég kannski að spila mest inn í að minn tími frá því ég hætti að læra í veistunni 2001 árið 21 nýbyrjaði með Þóri konunni minni, hún átti 3 ára strák og við vorum bara að stofna heimili, þannig að þetta bara, það var ekkert í boði að vera að læra kokkin, fatti, þetta er bara eina af þessum sögum. Ég fannst að þetta blunda alltaf í mér, en ég held áfram að vinna við þetta, öllum stundum, byrja á TGI Fridays 2001 og held þetta bara áfram. Og ég held að með minni reynslu að ég nú vann ég á, ég þóra ekki að segja ykkur að ég vann örgulega svona 30 stöðum, þú veist, á þessum árum, á þessum 20 árum. En ég náði mér reynslu alls staðar. Ég læriði alltaf eitthvað nýtt. Ég eins og svampur þegar ég kem í eldhús eða ég hitti kokka eða sé bara fólk elda mat. Það eitthvað sem kveikir í mér og þú sagði, veitu, akkur er hann að salta þarna megin? Nei, skil ég hvað að meina? Akkur notar hann tómat? Hann sker tómatunum svona. Þetta er svo mikil ástriða mín. Þetta er svo mikil mitt hjarta. Það er líka alltaf hægt að vera á 2 vegur. Það er alltaf að segja af hverju er hann að gera þetta svona eða af hverju er hann að gera þetta svona. Akkúrat. Annarkvort ertu að pæla eða dæma, sko. Akkurat. Og það er kannski ótrúlega sterkt í, þú veist, okkar fæi, þetta elementið mitt, akkur gerur þetta svona? Í staðinn fyrir að bara, akkur gerur þú þetta svona? Ég er bara vanur að gera svona. Hvað gerist þegar maður gerir svona? Svo er líka magna hvað maður smítast alltaf að umhverfi, sko. Þegar ég byrjaði sem nemi, átti ég að gera eitthvað, setja kukk á disk og skreita eða eitthvað. Akkurat. Svo kemur vaksturinn að mér, hvað ætlar að hafa þetta svona? Já, þetta er flott. Já, þá förum við í annað element og þá var ég bara allt í henni var ég farin að gera þetta sjálfur við nýjustu nefn þetta ætlar að hafa þetta svona já, þetta er geggjað. Það er svo mikið sálfræði. Það er svo fljótt að koma en svo hugsa ég líka, ég hugsa stundum að því hún nefnir þetta, sko, ég hugsa stundum, sko, ok, það eru breytti tímar í dag, vissulega. Mikið af því er alveg sjúklega gott og bara ég er fáránlega þakkláttur fyrir að margir af þessum hlutum í eldhúsum hafa breyst gegnum tíðina. Þú veist, það er ekki við að, þú veist, menn er ekki að klæða þessu út og setja pung í hárið á öðrum eða eitthvað. Það var bara eins og einhver vittlýsingar að hæli þarna þegar ég var sérstaklega í kringu tímar sem ég er að læra. Þetta er pivot pointana frá svona 95 til svona 2005 held ég. Þú veist, það gerist rosa margt á þessum árum. Það fer frá því að vera vittlýsingarhæli í eitthvað, skilu á þann stað sem við erum að komast sem matrislu menn bara í heiminum, fattiði mig. Ég man ekki hvernig Stulli keppir á Bókús, er ekki bara 99 eða 2000 og lendir í 3. sæti eða öðru. Þetta er að gerast frá svona 95 til svona 2005, það er að vera turning point, það er ekki bara vittlýsingar sem eru kokkar og brjálæðingar og, þú veist, og berja alla og henda pottum út glugga og eitthvað. Ég hef verið svona aðeins siðmentara og við komumst miklu lengra. Við erum bara að skrapa botnin þegar kemur að keppnum og öllu þessu dóti fyrir 95. Let's face the fact. Eftir það, þá gerist eitthvað. Já. Og við erum bara núna í tvígang komin á 3. sæti í Ólympíuleikunum. Algjörlega. Þú veist alveg geggjaður árangur. Já, en ég mæli líka með alla sem veit ekki hvað er að gera að fara í kokkin maður. Þetta ég fekk fullt að aga þar. Trúðu mér, ég var aga lausari Það er alveg gott að byrja þar og svo er alltaf hægt að breyta það, þú veist, eftir. En hérna, þetta er góður grunnur, finnst mér. Já, bara fyrir lífið. Bara maður lærir aðeins að taka smá ábyrgð heima hreinu. Já, líka bara ábyrgð. Já. Fyrsta skipti sem ég þú veist, eina nemasögu. Því að 98 þegar ég byrja að læra, þá segir Bjarni Óli Haraldsson við mig yfir kokkunum, þetta er á degi 3. Ég er ekkert múin að reiki í 3 daga. Þú veist, ég bara kunni ekki við það, sko, ég kunni ekki að spurja eins og það. Á degi 3 þá spyr ég Rósins Bjarni, má ég fara að reykja? Hann lítur snúrið sitt. Já, 4 mínútur. Já, en ég þarf að fara upp og skipta. Klukkan byrjaði að tifa. Svo kom ég niður og brjálaður við mig. Ég var búin 9 mínútur. Klikkaðist. Herru, þú fer ekkert úti eftir kaffinu, sko. Akkur ekki. Þú er búin með síkótíma en þá. Þú er búin að eyða honum. Já, ok. Þá fer ég bara í kvöld. Ekki náður. Já, þetta er nú aðeins búið að línast núna. Sem betur fer, kannski. Já, ég held að. Menn er ekki að rífa svo gallan og berja svo brjóst eða berja hvern annan eða dauðir
þú veist, frammi á mótnana, nei, skilji, ég er búin að fara í gegnum þetta allt, sko. Já, Ég veit ekki hvað Pandora-box ég á að opna fyrir ykkur fyrst, sko. Þú veist, kannski á ég bara að hafa þau öll lokuð. Ég veit það ekki, það er kannski bara betra. En það er samt, þú veist, ég hef hitt einn á mínum aldri sem var bara með handónu hnýja því einhver hendi pott í hann, sko. Pæli í þessu. Þetta er algjört Að því einhver yfirkokku var, þú veist, í geðrúði og með framheilaskaða. Nei, fatið, það er ekkert annað. Það er ekkert annað í gangi heldur en bara, þú veist, eitthvað þannig í hausnum á þessu fólki sem lætur svona. Nei. Ofbeldi í vinnunni. Já. Þú veist, það er hægt að gera. Ég man eftir til dæmis að það er mjög, ég langar að segja ykkur eina mjög skemmtilega sögu af því að þetta tengist mjög mikið manninum á móti mér honum Davíð. Fyrir mörgum árum þetta er TGI Fridays Pizza Hut tímabili okkar Davíðs þá kemur inn alveg gríðarlega mikið af nýju starfsfólkin alltaf inn á TGI Fridays það var skipt bara einu sinni í viku 3 þá komu 3 nýju þjónar og einhverju fóru og allir brjálæðir og það var tjúlað að gera ég man svo vel að á mánuði seldust 6.000 hambúrgarar einungis hambúrgararnir sem seldust á hverjum degi í hverju mánuði fyrsta árið á Fridays þannig þið getið ímyndað ykkur spennan var gríðarlega og það var allt að gerast nema hvað eina af þessum blessu ungu stúlkur sem byrjar á TGI Fridays fekk heldur betur að finna fyrir því af því að hún var nú kannski fædd í gær eða þannig allavega hana þið eru búin að vera það lengi í fæna þið eru búin að heyra alla barandarna vinstri handa bollin kaffi hleypirinn, hveiti eyðirinn og allt þetta ok, það kom upp alveg klikku hugmynd í hausnum á mér og ég framkvæmdana og Davíð án þess að hann vissi nokkuð fattaði geimið, ég held allavega að það hafi verið þú það var allavega einhver kokkur hinum megin nema hvað, ég og allir vinir með á TGI Fridays að ný stelpa byrjuð og við segjum, herðu þú eru að hlauptu yfir á Pizza Hut og sko, örbylgjónur búnar hlauptu yfir á Pizza Hut og náðu inn í örbylgjur og þú eru að drífa þig sko. Það er brjálega að gera hérna og hún hvert fer ég hlauptu bara þann út og til hægri og svo bara fyrir á Pizza Hut og byður þetta hún hljópast það kemur svona óratíma seinna og hún labbar sko, hún tekur svona 1 skref í einu heldur á einhver í hendinni tekur svona hænu skref og ég sé svona nálgast að þetta er svona álpappísrúllur ég hugsa hvað snillingur hefur gripið boltan og tekið brandarann og tróðið honum áfram hún labbar að mér og segir svo þú voru að passa, hann sagði að myndið springa já, passaði bara lopna þetta bara varlega og ég tek þessu mjög varlega, rólega og svo ég bara svita dropa og leiði hún slefti sko svo labba hann í burtu og við alltaf hlóum ég pakkaði þessu saman hendi sér ruslir og bara Þetta eru kokkarinn örbylgjur í örbylgjófni þetta er svo mikið þetta var endalskert þetta var saklaust Já, þetta var grín þetta var ekki ofbeldi, þetta var grín ég tók oft strætó heim sko frá Grand Hotel þegar við unnum hana og Hilton var akkurat fyrir aftan strætóskýlið mitt og ég man að ég lapp úr vinnunni eftir það sé ég einhvern gaur hlaupa út í kokkagalla með plastfilmu og er að reyna að plasta bílinn hjá vinnufélaga sínum sem er að hætta og ég náttúrulega lappa til hans og bara, hvað segir þið, hvað er þetta að gera? Ég er að plasta hennar bílinn hjá félaginu mínum. Já, það ekki hjálpa þér. Þannig að við plöstum bara bílinn hans og svo sagði ég bara bæ og fór í strætó heim og svo ekkert ekki. Ég veit að það geggja. Þetta er bara svo klassi. Já. Það er bara kokkur, já, plasta, ekkert málvitt. Ég skal plasta með þér þannig að ef þið vaknið í daginn og bílinn er plastað þá er greinilega eitthvað kokkur búin að vera nálægt það er alveg 100% Ætli gæinn sem er alltaf að kúka á bílinn hjá hann og sé kokkur þetta er alltaf að fara yfir strikið hvað er það? Það er árlegu viðburður ég held að hann sé búin að kúka núna 4 sinnum á bílinn ekki heldur þetta bara áfram já, hefur þetta ekki múin að sjá það þú veist, mætti svo í jólasveinabúning og skeita á bílinn hans þetta er einhver algjör geðsjúklingur já, ég er ekki þar þetta er ekki þú sagt nei, ekki ég já, það er greinilega alltaf nóg á sögum og bransanum í var já, það eru sko það eru of margar sko einu sinni
Nei, ég get ekki sagt hann live. Getur þess. Ég get það. Það er svo margt sem er langar að segja, en ég verð að velja og hafna, Það er sko. enginn að hlusta. Það er enginn að hlusta. Jú, svo er einhver að hlusta. Helvítis kokkurinn, cancelaður. Hann sagði einhvern óviðeigandi brandara. Fáðu þér bara smá sultu og þetta verður sko allt þessi þó að hún sé löngu uppselt, þá er þessi eiginlega alltaf mín uppáhalds. Jóla, Já, nú mjög góð og líka mjög hrifin að þessari, brennivíns. já, við þurftum að vera með nautasteik með, sko. Ég veit alveg akkur þessi er uppáhalds hjá þér. Út af steikinni. Það vantar bara steikina. Já. Ég er nefnilega... Við áttum smá samtalið daginn. Ok. Og ekki frá sig færandi nema það að hann vil meina að hann myndi velja pulsu fram yfir steik allan daginn. Nei, Jú. oftast. Fer eftir aðstæðum, sagði. Sko, ég skal spila þetta vídeo bara Með minnir ég hef sagt sko, í mörgum aðstæðum þá vel ég pulsu fram með steik og ég kom til dæmis með dæmi eða þú ert að leiða konunni í röðinni á Arion og það er sveittur, óhugulegu maður óþægilega nálægt þér, þannig langar ekki að kissa hana. Ok. Já, þannig að ef þú ert þú veist, í ákveðnum aðstæðum þá er steik ekki heillandi en pulsa er það. Þetta stýrist alltaf einhverjum sveittum gæja hvort þú fer í sleik við konuna en ekki. Já, ég er að segja, þú veist, fer eftir aðstæðum. Sko, Bjartur, í mínum huga er pulsa og steik svo langt, svo fjarri hvort öðru. Þið eru svo snobbaðir maður. Nei. Nú er ég ekki að tala um snobb. Nú er ég að tala um, sko, hvað er búið að vinna þetta kjöt mikið þangað til að varð pulsa. Æ, ekki fara í þessa. Jó, ég geri það nefnilega. Sko, þetta er eitt af því sem snýr að þeirri filosofíu sem ég vinn við í eldhúsum. Ég vil helst ég vil ekki nota tilbúna vöru. Nei. Skilur mig. Já, Mér finnst persónulega að því sögðu finnst mér bara steik 3000 sinnum betri en pulsa. Ekki það við kemur ekkert ykkur áferðarmáli eða hversu mikið búið, menn finnst það bara betra. Það snýst aðstæður, sko. Ég myndi alltaf velja steikina betur. Já, ég þarf að fá einhvern veginn sem er með mér í pulsavagninu, sko. En ertu þó bara að tala um hvaða pulsu sem er? Nei, bara SS-pulsu? SS-pulsu með öllu. Ok. Hann er tímlöpum maður. Segjum að þú væri, sko, við skulum segja að þú er aðganga strikinu í Kaupmannahöfn. Værir að fara þangað í dag og fóðið pulsu eða myndur þú fóðið bæins bestu? Bæins bestu. Það er svoleiðis. Já, ég ólst upp í Danmörku á einhverju leiti. Þetta eru ofmettnustu pulsur, þetta eru bara brauð. Sko, mér finnst pulsunar betri í Danmörku. Þetta snýst ekki bara pulsuna, þetta snýst jafnvægi. Mér er í alveg heitt í hamsið. Ég vil þess að bakka, sko. Við tölum við Þórir og við endum að tala um McDonald's aðeins og hvað það var fullkomin dæmi, hvað var búið að fullkomna McDonald's keðjuna, þannig að hún sé skilvirk og góð. Það er SS-pulsan líka. Ósammála. Þú veist, brauðið með sósunum og pulsunni og lítið að steiktum og ráan. Ok, stopp, ég vil að bakka með aðeins. Þú sagðir, það er búið fullkomna þetta eins og McDonald's. Eða, þú veist, eins og McDonald's er fullkomið fyrirbæri, þá er SS-pulsan það líka. Alls ekki. Þetta snýr að vinslunni á pulsunni. Það er aukaðri. Þú ert ekki að fara að samfara mig að frosna kjötið á McDonald's sé eitthvað mikið betra. Mér finnst, nú ætlum ég bara að uppljóstra því, mér finnst McDonald's viðbjóðslega gott. Mér finnst McDonald's bara ógeðslega gott. Mér finnst franskar á McDonald's bestu franskar sem ég fæ í heiminum, geminum. Sammála. Að því sögðu, þegar ég fer á McDonald's og nú skiptir á einhver máli hvort að ég er í París, Róm, hvað sem er í heiminum. Þá fæ ég Big Mac, hann er svona 90% tilfella alveg eins. Ef ég fyrir á bæjarins bestu og nú veit ég ekki hversu margar sjoppur eða sem sagt útibú bæjarins bestu eru í Reykjavík eða Íslandi. Við skulum segja þessu svona 20. Skiptir engum máli hvar ég fer, pulsan er aldrei eins. Nei, reyndar eru bestu pulsur þannig alltaf á bensinstöðunum, sko, en einum eða svo leið, sko. Þá ertu komin í samt, sko, þá ertu komin út úr klassíkinni. Það er samt eitthvað, scenarióð er, þú ert þreyttur, þú ert að fara að ná í krakkan, þú ert að fara að elda grjónagraut, til langar ekki til grjónagraut, þannig að þú veist, þú ert að fara að fá þér ristabrauð með smjöri. Já, og kryddi.
Já, þessuna. Þú ert að keyra og þú hugsar, djöðlir er hann svangur. Mm. Ferði í lúguna. Eina með öllu takk. Bólugráðan úlingur. Fullkomin jafnvægi. Sko ég er að tengja við það svona að segja, sko, en ég myndi spila hann að leika öðru sín. Ég sko segja, sko, ok, protokollið er að ég er að fara heim í grónagröt, eða ekki? Og mér finnst grónagrötur allt í lagi, skilur við. Ég myndi fá mér hann eða ég er með slátur on the side, minnst að gegja. Ok, að því sögðu, ef ég færi í pulsuleikin eins og þú, þá myndi ég stoppa einum, helst ártúrsoltið, það bara svona leiðin heim. Veist hvað ég myndi biðja um? Ég myndi fara í lúguna, að sjálfsögðu allan daginn. Það er alltaf ekki hægt að fara og fá sér pulsunum og fara í lúgu. Það er ekkert meira intimate heldur en manneskja í lúgu. Er það ekki að tengja? Þú horfir ekki eins djúpt í augun og neinum og manneskjun í lúgunu. Þarna kom Bjartur ljóslifandi fyrir mér eins og hann byrtist mér í fyrsta skipti. Þetta er bara Bjartur í hnotskurð. Svona intimate. Já. Og þú ert vissulega að meina það. Og ég skil þig. Já. Málið er það. Ég verið að spila hann leik þannig. Ég myndi segja bólugranna úlingin. Ég segi, herru, ég ætla að vera pulsuður. Ég ætla að stekta. Ég ætla að brauði sig grilla. Ég vil ekki neitt á hana. Það er svo dóttir mín, hún er 30 ára. Það er fullkomin skyndibiti. Engar sósur, ekki drugl. Sko, málið þetta er, sko, pulsan hún er svona svolítið bara eins og eplið í hérna Eden, sko. Þetta er svona forbidden fruit. Þú veist og þú átt ekki að vera að fá þér þessa pulsu. Já. En þú ætlar að fá þér hana. Ok, ég ætla að snúi þessu við. Er pulsa samloka? Pulsan er betri samloka. En er pulsa samloka? Nei. Akkur ekki? Að því að sömu lögmál, brauð, utan kjöt. Já. Er pulsa bátur? Ef að pulsa kæmi í samloku bréfi, þá er hún samloka. Hún er í bréfi. Og þá ætlum ég að segja, hver er munurinn á súpu og sósu? Súpa er eitthvað sem hún borðar með skeið, sósa er condiment, eitthvað til þess að lyfta upp hinu. Já. Súpan er einu og sér. En þú getur alveg tekið súpu og brett inn í sósu. Léttilega. Þú getur líka haft sömu súpuna alla vikuna, mánudag til föstudags. En breytin er bara eftir eigin höfði. Já. En maður byrja til dæmis. Gott að hafa grunn. Nei, þú er að gera það rétt, sko. Þú er að byrja á brokkolisúpu. Já. Brokkolisúpa, hún kemst upp með að búa til brokkolisúpa mánudegi. Það næsta sem þú gerir er að þú býr til aspasúpu. Nei, fyrir ekki, þú býr til sveppasúpu á þriðjudegi úr brokkolisúpunni. Næsta dag, þá er sveppabræðið og brokkolið komið í súpuna. Þá sigtar hana, býr til aspasúpu. Hún yfirgnæfir bæði þessi brögð. Ok, á fjórða degi, þá erum við komin á 5. dag. Þá breytir þessu í hvað? Tómatsúpu. Á föstu degi, veist hvað þetta er orðið? Salsasósa. Nei. Mexikós kjúklingasúpa. Crack the code. Þetta er svona góða punktur í varandi matasóun að nýta þetta. Já. Ég ætla ekki að lofa ykkur í hún að vera mjög góð kannski þannig á föstudeginum, en hún verður ætt. Já, ég fengi með frekka pulsu. En aftur að samlokunni. Ok, að því að við tala pulsur. Pulsur, nú að því þú segir sko pulsur og ég bökkum aðeins. Þú segir pulsa versus nautastek. Við erum að tala nautastek, eða ekki? Jú, bara rippa í eina góða steik. Helst, sko, ég hugsa alltaf nautalund þegar ég segir nautastek. Því að það er svo ofnotað og ég svona aðeins misti áhugan á því. Þannig að, jú, ég verður að viðurkenna alveg það. Ég er kannski full gróður að segja betri en nautasteik, jú. Á veitingastæði sem við unnum á báðir. Eða á stórum staði sem við unnum á báðir. Þar var oft nautalund í staffamatinn á mánudegi, þriðjudegi, stundum miðvikudegi líka. Manst eftir því. Ég fekk vissulega leið á nautalund á þessum tíma. Ég líka. Þetta var everyday stuff. Að því sögðu, nautalund og þessu ribæ, alltaf ribæ. Allan dag. Ég er nefnilega helst kappið bara. Lenti í sama. Ég er eiginlega bara alveg komin over nautalundir, sko. Já, það bara hlýtur að vera. Nema að sé í Wellington eða Tartar. Wellington er, ég myndi alltaf velja Wellington fram yfir ribæ. Sammála. Wellington finnst mér bara eitt af fallegasta sem til er í heiminum og það er vel gert og það er gott, það er þetta sjúklega góð matur. Sammála.
Það er allt annað sem það Mm. smá sósu, bingo Hugsuleg og allt þetta er bara geggjað sko. En ok, áfram með pulsum Já. Sko, Hvað er með það? af því þú segir pulsa versus steik Já. og nú ætla ég að leggja þetta á borðið sem ég er bara 100% á, verð alltaf ef að þú svissar þessari pulsu út og setur hambúrgari hérna í hendina á mér á móti steik, þá segi ég alltaf hambúrgari alla daga ársins Já. góður hambúrgari finnst mér það besta sem til er í heiminum Já. fullkomin matur, En býttu nú, ertu að tala um að þú myndir velja hambúrgaran fram yfir steik? allan daginn Sammála. Ég Ég er er sammála. rosalega. Nei. Ok, sko, ég kom með eitthvað sem ég get borðað með höndunum Og- í fyrsta leið. Þú ert líka komið með eitthvað sem þú getur breytt og gert og bætt við, tekið af, þú getur breytt, þú getur borðað 10 hambúrgara ekki eins. Hann getur verið kaldur, Já. hann getur verið heitur. Ja, mér er alveg sama. Af því að fyrir mér er hambúrgari samloka. Mm. Já, Og ég er mikill samlokum maður. Æ, mér finnst þetta svolítið, ég er einhvern veginn ekki til í að kaupa þetta, sko. Nú sjáðu ekki, hann voru náttúrulega nörvist og hann getur ekki, þetta er svolítið mikið. En að fáðu meiri sultu bara, að slaka það á. Sko, samloka, pulsa, samloka, þetta er ekki. Já, hann er samlokað hambúrgari. Þjóðaréttur Íslands, pulsan. Já, 100%. Allan daginn. Já. Ef það er Ég er eitthvað sammála. ef það er eitthvað sem er íslenskt í hnótskurt, þá myndi ég segja bara SS pulsa allan daginn. Akkurat, þetta í rauninni segir ykkur að ég, tæknilega, ég er bara meiri þjóðarnis sinni en þið og stoltar Já, greinilega. En hvort er þetta sko, ef við tölum aðeins hambúrgara, því hambúrgarar eru bara það besta sem finnst í heiminum, geiminum. Sko, hvort eru þið, viljið eitt þykkan djúsi 150 gramma, eða eru þið smassmenn og raukstíðið? Ég er svolítið gammaldags. Ég vil hafa svolítið þykkan og djúsi. Já, ég er þar sko. Ég er svolítið þar. Ég er náttúrulega að Og gema ég vil ekki þetta nýja kjaftaði það sem hann er alveg eldaður í köku þannig að maður sér ekki draut. Nei, Ég vil ekki það. en einhver síður ekki blotti. Nei, Það ekki finnst mér hana, ógeðslegt. nei, einmitt, ég vil ekki alveg þannig, sko. ég er alltaf þannig að ég er aðstæðu kall, sko. Þetta fer eftir aðstæðum. Ok. Þetta fer eftir, sko, smashburgeri er fyrir mér miklu nærði að vera bara skyndibiti bara eins og Kenny, sko. Ok, já, ég skil. En ef ég fer, lesa þig. en ég get fengið fara á fínan stað og fengið geggjaðan hambúrgara og vera bara, geggjaðan hambúrgara. Einhver staðar sem ég myndi ekki fíla að sitja með smashburgara meðal fólks. Þið finnst þetta svona sama elementið eins og Kenny og smassborgari. Þú ert að fá svolítið mikið mæjó til þess að vega upp á móti öllu þessu steikta dæmið sem þú ert með, sko. Af því að, sko, smassborgari, málið er það. Ég skil ekki smassborgara þessu leitinu til. Ég skil ekki af hverju að steikja þetta allt í drep og bæta svo við fullt af majónesósu til þess að mýkja þetta upp og hafa eitthvað annað bragð. Heldur hann let's face the facts, brendu nautakjöti. Ég skil ekki alveg. Það er samt eitthvað satisfaction við, þetta er aftur, þetta er epli í eden, þetta er svolítið, þú veist að það átti ekki verið að borða þetta en djöfull er þetta gott. Akkurat, og það breyttist mjög mikið hjá mér núna í haustir ég fór á Le Coq, þar var George, hvað heitir hann, einhver hambúrgarameistari þannig frá Ameríku, nú maður ekki hvað hann heitir, George, eitthvað hann gerir bara svona smassborgara og það sem hann gerir að þetta eru 2 kjöt held ég, 2 kjötkúlur og þetta er amerískur ostur þessi guli sem ekki eins og þetta er náttúrulega ekki ostur. Nei, þetta er bara einhverju gular sneiðar af einhverju gúmmilagi allavega það er laukur sem að steikir með kjötinu og svo er hambúrgarabrauð salt og pipar, That's it. Ég smakkaði svona hambúrgara og hann er alltaf með rétta brauði, skiljið mig. Þetta verður að vera eitthvað Brioche? Nei, þetta er eitthvað bara eitthvað brauð sem er bara selt í Bronx, sko. Nei, skiljið mig, þetta er bara eitthvað ég ætla að leiða mér að segja, þetta er eitthvað drasslbrauð, skiljið mig. En þetta bara virkar með þessu. Þegar ég tók hambúrgaran upp frá honum og leitna svona, þetta var svona þokkalega stærð, sko. Og svo tók ég hann bréfinu og meðan ég var að taka hann bréfinu þá minnkaði hann helming. Brauðið bara svona féll saman. Svo því ég byrjaði að borða hann, þá var brauðið orðið jafn stórt og kjötið. En vitið það var ekki sósa og ekki neitt, en þetta var einn af bestu hambúrgurum sem ég fengi. Það er einhverju töfrar hjá honum. Eitthvað sem hann gerir, eitthvað, fattiði mig. Og svo er það alveg sama, og þannig að komum við aftur kannski að upphæfinu, sko. Stundum er alveg sama hversu oft þú horfir á einhverju kokk að gera eitthvað.
þú ert ekki að fara að ná því og þá bökkuðu kannski enn meira þú veist, amma mín hún er 86 ára og gerði fyrir mig rétt sem ég veit ekkert hvað heitir en þetta er svona fiskikrókættur ég er búin að reyna að gera þessar krókættur svona 70.000 sinnum ég get ekki gert eins og hún ég get það bara ekki þetta snýst að taka gamla ísu soðnar kartöflur ægilega þykka bessimel svo gerur þau deig úr þessu steikir upp úr raspi það er alveg samastráka hvað ég reyni þetta oft ég næ þessu bara ekki Þetta er Þú nostalgía. þetta þykja besimili. Ég held það. Trúðu mér, ég er búin að prófa allar mögulegar variationir. Þetta er bara nostalgían. Ég er með sama með salta hrossakjöt. Afi sögði alltaf salta hrossakjöt, sögði kartöflur og með smjör með. Ekkert annað. Ekkert annað. Ógeðslega gott, en einhvern veginn í minningunni var ennþá betra, sko. Ættu þú nokkuð bara að sjóða það nógu lengi? Já. Sjáðu, kemur eitthvað. En er það... Já. Ég líti að finna út úr því maður. Og eins og kjötsúpa, alltaf geggjuð en aldrei eins góð og hömu. Mín er betri. Þú er ekki smakka mín er betri. Nostalgían. Þetta er tilfinningarnar. Já, ég er sammála sjálfsögðu. Þetta er bara eins og, þú veist, talandi Vestmannaeyjar, sko. Þú veist, nú ég fættur í Vestmannaeyjum líka og ég man eftir því. Það fyrsta sem ég man eftir að borða og fá mér skilið mig, bara Ívar, þú mátt fá þér þetta. Þá var ég í, sko, í eldhúsinu í ömmu minni hún var að taka móti einhverjum gætlingum skiljiði mig og það var humar á ristuðu brauði með og af hverju, þannig að það var borgið til rækjur þann daginn skiljiði mig þannig að það var bara humar veitir hvað var á ristaðu brauði að þú nú settur humarinn á hann steikta humarinn, koktelsósa herru, rista fransbrauð með koktelsósu en þann dag í dag stundum með mér líður rosa illa, ég lítill í mér og svona, skilur ég hugsa, Þóri mín, viltu fara að kaupa kannski koktelsósu og fransbrauð? Og smá humar? Nei, ég þarf hann ekkert með. Af því að ég borðaði ekki humarinn á þessum tímamóti. Ég var bara að borða fransbrauð með fucking koktelsósu. Og þetta er bara eins og að fá knús. Það er það. Þetta er bara það. Og alveg svo þegar ég er kannski hljóma eins og Billy Plata, en þegar ég er sem engakokkagíkum, þá snýst þetta alltaf það að ég er og þú veist ég er til dæmis sko hvernig var þetta já, ég er alls ekki og langt frá því að vera besti kokkur á Íslandi og ég er fullkomlega sáttur við það en það sem ég geri sjúklega vel það er að ég segi sögu þegar ég er að elda og gefa fólki að borða og ég er óhræddur það eru 1000 aðri kokkar sem eru miklu betri en ég en þeir kannski kom ekki orðunum frá sér og get ekki sagt þessar sögur og get ekki verið svona opnir og almennilegir og hei, vantar ykkur vín skiljiði mig, þetta er spurningum að segja sögu í leiðinni eins og ég segi þegar ég er að setja fyrsta diskin á borðið sem er yfirleitt rauðrófu Big Gotto og þá segi ég við fólki sem ég er að gefa borða veitir þið hvað víkingarnir gerðu til þess að lita fötin sín rauð þeir notuðu rauðrófur. Það var eini rauði liturinn sem var hægt að fá. Hvað er þetta að segja? Vá, hvað þetta er gott. Þetta er svo gott. Þetta er að besta sem ég fengi. Þetta er ekki það besta sem það fengi skilinni. Þetta er bara, ég er búin að planta einhverju fræi og þetta fræi er bara blómstra. Og leiðu þetta að þekkja og þá komum við aftur að bragðprófílunum. Leiðu þetta að spurja fólki sem þú og nú er það þannig að ég hef það fram með veitingahúsa eigendur að ég er með fólki mitt í mat í 4 daga en ég get ekki að kynnast því ég get ekki að kynnast þessi, hann borðar ekki lauk okay. þessum finnst ansjósur vondar fattu hvað er að meina, þessi fæst sér ekki smjör ég er búin að lesa hópinn á svona 3 dögum þangað til að ég er kannski komin á þeim tímapunkti að ég veit for a fact hvað þessu fólki fannst gott að borða þegar það var lítið ég er búin að koma að staði, ég er búin að þú veist, einhvern veginn er ég búin að komast að því og þegar ég er búin að komast að því þá elda ég þannig mat og þegar ég elda þannig mat fyrir þetta fólk á degi 3, þetta er yfirlega 4 dagar þá elskaði mig en þess að ég er búin að loka þeim tilfinningarlega Já, tilfinningar og matum þetta er gott samspil þar það snýst ekki neitt annað Nei, tilfinningar vera Ég er það. Já, þú ert það. Ertu svo vissulega. Og ég tengi mikið við þetta. Ég upplifu minningar og þú veist, ef ég sé eitthvað þá hugsa ég til einhvers ákveðins út frá því og þú veist 100%. Matur er nefnilega magnaður að því leiti
að eins og bara með salta hrossakjöt ég bara, ef ég sé salta hrossakjöt svoðið, þá er ég bara, já, afi gamli maður meistarið við það Já, bara eins og ég með hjónabandsælu mamma bakaði hjónabandsælu bara liggur í hverju einustu viku sko. Það er bara fast í minningunni hjónabandsælu sko. Já, Þú veist, ég til dæmis ekki sko, þú veist, nú er út af þessari Vestmannaeyja tengingu minni og þú veist, ég er alinn upp á Svartfugli og Lunda sérstaklega og hann var bara eldaður á einn hátt í Vestmannaeyjum á þessum tíma hann var soðir í potti með okkur baconsniðum, season all skilu, og hann var soðin í 2,5 tíma og ég er búin að prófa margótt strákar að sjóðan eitthvað styttra þú getur ekki, það er ekki hægt þetta verður ekki sami réttur nema hvað, þú ert búin að sjóðan í 2,5 tíma í þessu seasonal bacon soði tekur fuglinn upp úr þykkir með hveiti og rjóma með þessu getið þið nú Kartöflumús Nei, sykurbrúnaðar kartöflur græna bönir þetta var bara þjóðarétturinn í Vestmannaeyjum 1983 skiljið mig og ég vill lundan minn svona vill hann ekkert eitthvað, þú veist, sjöbutu eitthvað með smá fennel og einhverju bla bla bla. Þú vilt ekki svona lítið smjörstykki og allt og þurran reykta lunda á þjóðhátíð? Jó, ég vil það alveg líka sko. Það kveikir alveg í einhverjum minningum. En þarna ef þú ætlar að komast inn í kórið mitt á einhverjum leiti, þá myndur þú elda þetta fyrir mig og ég myndi gráta. Í fyrra fór ég á Matey, sem nú ekki frásögnfærandi, nema á Slipnum. Var geggjaður kokkur sem heitir Rosie McDonald held ég. Hún er bresk. Hún var með 7 réttaseðil. Einn rétturinn voru baunir. Baunir sem hún eldaði með held ég svínasíðu held ég hún hafi sagt við mig. Allavega hana. Þessi baunaréttur kemur hann var undir þorskbita sem var eldaður, man ekki hvernig var eldaður strákar. Það skiptir svo mikið höfuðmáli. En leði ég tók fyrstu skeiðin af þessum baunum og sett upp í mig og hugsaði ég þá komið tár í alvörinni sko og ég hugsaði, wow ég er komin heim til ömmu og ég er að fá með saltkjöt og baunir þessi réttur hafði ekkert með saltkjöt og baunir að gera skiljið mig, það var bara eitthvað sem kveikti bara bragðið bara blúp og ég kallaði kokkin fyrirgeði ertu til ég að kalla fyrir með þessi kokkin og hún hvað er ekki alltaf leið jú, það er alltaf góð hún sér ég, þú veist, það koma tár sko er ekki alltaf góð, jú, það er alltaf góð viltu bara vinsalegast, ef hún hefur tíma viltu beða henni að koma og tala við mig og hún kom fram og talaði við mig og ég sagði, ég verð bara að fá að knúsa þig ég er að fá að halda eins utan um þig og takk fyrir að gera þetta fyrir mig hún er, hvað? Þú bara seldir mér tilfinningu skilu, þú kveiktir á einhverju tilfinningu aftur upp á nýtt sem ég ekki búin að finna í mörg án ég mun okkur að þakka þér fyrir það og við kvöldumst og þetta var bara geðveikt og restina af matnum var sturlaðu líka fattið en þessi réttu það var bara eitthvað wow sem er svo magnað, það er svo magnað að geta einhvern veginn spilað inn á einhverjar tilfinningar já, einhverjar tilfinningar þegar kemur að mat já, sko. bara einhver svona heila stöður einmitt bara þetta bara fara aftur í tíman einhvern veginn og bara maður sér líka minningar allan að ég finnst maður sjá það svo skýrt já, þú færið svona akkurat myndina eins og með súrmat sko afi gamli hann var með alveg hrikalega slæma sig það hann hérna var með fötu alltaf í ískapnum með bara sinni einn súrmat og og hann var geggjutýpa sko hann var mikill knúsari og þegar ég var úlingur þá var ég oft að vaka kannski til 2-3 á nóttinni svo fór ég fram pissa 2-3 nóttina oft væflaðist hann út á nærbuksunum ekki með alla tennurnar í sér sko greip utanum mig, knúsaði mig fast labbaði síðan í ískápinn putti hann á onni í tunnuna náði sér í smá súrmat og aftur upp í rúm það var alveg gamli skóli sko, og súrinn í þessari fötu hann hefur verið svona 7 sinnum sterkari en við erum vanlir sko. já, þetta var alveg eru þið búin að horfa á Matarsögu Íslands á RÚV? Nei Það er gott stöf sko ég er búin að horfa á 2 þætti núna það er einmitt talað um þetta Nanna eitt okkar besta fólk þegar kemur á matrislu bara Nanna Röggvalds sem bara veit söguna hún veit á við alla þessa meistari sem Sú hefur skrifað matmaður algjörlega og hún segir hann að nú verið að tala um mat frá bara fornöld sko bara frá upphafi byggða á Íslandi
og hún segir sko að súrin hafi verið sennilega svona, það voru að tala um árin svona 900 til 1200 að súrin hafi verið svona 10 sinnum súrari heldur en í dag. Getið ímyndið ykkur að borða eitthvað sem 10 sinnum súrara. Ég get ekki eins og Þú hefur bara skorpið saman í munninu sko. Varmar hefur bara lagst inn. Prófa einu svona að setja bjúgu í súr. Það var geggjað. Það? Já, mér finnst það alveg geggjað. Ég skil ekki að hverju það ekki í boði. Nei, einhver tíma sá ég hérna reykt svið og svo súr svið líka. Hvað eins og súra sviðasöldu? Já, nákvæmlega sami element náttúrulega. Ekki fyrir mig. Já, ég bæjar bat sko, ég var erut með þetta allt. Já, ég ekki djöfull á ég erut með þetta. Hvernig, en skatan, ég man ekki með það var eiginlega ekki vel í þetta. Aldrei maður, djöfull. Ég er með aðra sögu með gamla á skötu, sko. Þá hringdi hann í mig þegar ég var 16 ára og spurði hvort hann ætti ekki að bjóða mér í mat. Þá var að fá okkur burger einhver staðurinn. Ég bara, jú, endilega, kemur og sækir mig. Feð með minn á Granda til hérna Magga í Texas. Veisla. Og þar var sko með fiskistað og hamburgerastað saman. Akkurat, nema bara svona milli. Nema þegar ég kem þá lokaður hamburgerstaðurinn af því að það bara skötuveisla. Þannig ég endaði að sita með honum í 1,5 tíma meðan hann ræði við ykkur aðra gamla kalla í etandi skötu og ég sitt bara svongur eð. Fjæst ekki neitt þann dag? Það var ekkert annað en skata. Þannig að hann lét mig líka ekkert vita bara og ekki bjóður í mat. Auðvitað. Hann var að gera bara vel við þig. Herðakallinn sko. Já, komst þessu ekki hún í mig sko. Á Grand Hotel, einmitt. Og þetta nú er ég að tala um sko skipti númer 2. Þannig að þú ekki staddur á Grand Hotel. Þetta svona, hvenær þetta? Þetta 2015 og 16. Þá sem sagt vantaði einhvern til þess að sjá skötuna á Þorláksmessu. Hann hérna Viggi að fenni í frí eða einhvern anskotan. Þannig að það er einhvern til þess að sjá skötuna. Og ekkert mál sagði ég bara græði þetta. Ég tók þetta með, setja alla skötuna í gastrobakka og þú veist, ég var með fyrir vitunum til að byrja með. Ég bara gati þetta ekki sko, svo tók ég það bara snemma að mér og þetta var bara að fara að venjast. Nema hvað Viggi var búin að segja við mig hérna ég með, þú voru að passa þig bara að plasta allt alveg rosalega vel. Plasta vagnana, passa að sé ekkert opið á kæli hana. Og ég blessaði verður að slaka á, ég er með þetta. Og svo var ég búin að þessu 300 kíló með eitthvað sem að skötuveislan á Þorláksmessu gefur hann á Grand. Daginn eftir kem ég, mæti fyrstu manna 7:30, opna kælin. Sé mig til undrunar að ég hefði þið skilið eitt eftir opið. Það voru sætar kartöflur í svona stórum einhverjum kjötkassa og það voru kafi vatnið þetta en það stóðu nokkur svona tindar upp. Tindarnir sem stóðu uppstrákar þeir eru alveg eins og litin og miðinn hann á bacon og brennu þeir eru svona blágrænir. Það var bara út af andrúrsloftin inn á kælinu. Þetta er svo öllu skilið pæli í eitrinu sem þetta er. Já, ég man eftir einnig sögu einhverjum sem að, ég reynda sá það ekki sko, þá var einhver nemir látin opna gufuofnin eftir þetta og hann stóð ekki nóg langt í burtu, fekk þetta allt í andlitið og leiði yfir hann sko. Þetta er bara, þetta er algjört ammoniak piss sko. Viðbjör, þetta er eitt af því fáan sem ég get bara ekki sett ofan í mig. Ég er búin að prófa margótt. Svo er þetta einmitt, þetta er stæðsta tippakeppnin sko. Menn eru alltaf, eru ekki með kestari eða djúð, ég þarf að fá hann aðeins meira kestari. Já, hún þarf að slá mig í nakkan. Hvað er það? Það var einn nemi sem að, ég held að þið hafi báðir fengið að hitta sem var á Grand, sem heitir Maggi. Já. Hann var búinn að vera með yfirlýsingar í 1,5 mánuð og hlakkaði svo til að fá sér skötu maður. Alveg bara mesti skötukall í heimum, passa hún sér nógu kæst og svona. Svo kom að stóra deginu, við sátum öll upp í matsal, sá hann taka fyrsta bitan, var það svolítið skrítin í framan. Svo heyrðist ég honum, þetta var nú ekki eins gott á mig myndi. Þá vildi að kenna brennivinnum, ég hættur að drekka sko. Okay. Það breytti alveg. Það breytti öllu. Ég man þegar ég var 17 ára, ég var að vinna í Hakup í Kringlunni og við fengum sko 3 tonn af skötu sem var bara búið að planta á planinu fyrir aftan og ég var beðin að fara út og skera alla skötuna. Juicy. Ég hata skötu út á lífi sko.
þetta ég held sko þá komum við aftur að sko að stóra menginu í þessu máli. Alls staðar í heiminum hægt að finna referens í matargerðin okkar. Skiljið mig, þetta snýst allt í rauninu það sama. Sömu geymsluaðferðir, sömu eldunaraðferðir, en svo bara úr dýraríkinu eða lífríkinu mismunandi sem okkur skammtað. Eins og þetta, þú veist, eins og hérna fiskisósa, hafið séð hvernig fiskisósa búin til? Nei, það bara ekki fallegt til ásýndar. Það alls konar sósur og alls konar brauð frá Asíu til dæmis sem okkur finnst sjúklega skrítin. En þeir einmitt eins og fiskisósa bara, hún verður að vera í kjúklingapad-thai. Ef það að búið til gott kjúklingapad-thai, þá verður að vera fiskisósa. Þú leið að opna brúsan og finna lyktina og þú segir, þetta algjör viðbjöður. Ógeðslega lykt. Ónýtt. Þetta geggjast þessu. Setja þetta í matinn minn, svo setur nokkra skvettur og wow, hvað gerðist bara breytir réttin. Já, alveg svo að nú kynntist ég því að þess að prófa sem sagt svona wild fermentation á chilipipar. Ég að prófa gerja chilipipar í svona saltupplausn. Saltvarsupplausn. Það til dæmis breytir leiknum þegar kemur að bragði. Það verður allt annað bragð af matnum þegar búið að gerja hann. Ég hefði átt að koma með, ég nefnilega gerði 3 sko hot sauces og það eru alla gerjaðir sko. Og þú kemur ekki með Nei, ég glimti. Það er mjög skrítið. Ég þarf að koma bara með. Ég eiginlega í sjokki. Já, afsakaðu þetta. Ég skal auðvitað reyna það. Já, ég vitaðu mig. Er ekki vanur því að taka þetta bara á kassan frá þér? Já, þetta búið bara að vera geggjað að fá því heimsókn til okkar. Takk fyrir mig, þetta var bara sjúklega gott. Gaman að hérna mann aftur bara. Ég alltaf til ég að koma og bladra. Kann það, vill það. Það er botnlausar sögunar. En hérna, við viljum nú ekki gera út af hlustendur. Nei, þetta er bara komið gott held ég. Er það ekki bara? Jó. Takk kærlega fyrir komuna. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og til hamingju með allt þetta fyrirtæki og allar þessar sultur og við býðum spenntir eftir þessum 2 viðbót hana. Nokkrum mánuður í þetta. Já.